Sindri Freyr Arnarsson úr Massa í Njarðvík varð Norðurlandameistari í kraftlyftingum fyrir skömmu. Keppt í 3 greinum í kraftlyftingum en það eru greinarnar bekkpressa, hnébeygja og réttstöðulyfta. Sindri keppir í -66 kg flokki og sigraði glæsilega með 490 kg í sama lögðu. Sindri er að uppskera eftir stífar æfingar. Það var svona stórt mót fyrir mig, fyrsta stærsta mótið mitt. Stressi kom alveg inn en maður lærir bara því. Hvað ert þú að taka í heild í þessum 3 greinum? Í heildina á ég best 502,5 kg. Og hvað þýðir það? Hvað ertu að taka í hverju grein? Það sem ég ná best á æfingu er 190 kg í hnébeygju, 130 í bekk og 205 í rekstu. Þetta eru svakalega tölur. Þú ert 170 eitthvað á hæð og 65 kg. Er þetta eðlilegt? Þetta er alveg bara æfing, hún kemur. Með glæsilegum sigri á Norðurlandamótinu þá tryggði Sindri sér þátttökurétt á Evrópumótinu sem fram fer í næsta mánuði. Það verður hörkumót. Maður svona, ég er bara ætlað mér stór hluti þar. Það leggst bara vel í mig. Maður æfir sig vel og hvíla vel. Hver eru svona framtíðarmarkmiðin hjá þér? Ég er ekki búinn að horfa mjög langt sko, en ætlað út þetta ár, það var bara Evrópumótið og síðan sé ég bara hvað tekur við, hvað býður mín og hvað er í boði. Massi er elsta kraftlyftingafélag landsins og hefur lengi verið í fremstu röð. Sturla Ólafsson, kraftlyftingaþjálfari, er ánægður með þann árangur sem deildin hefur náð á undanförnum árum. Það gengur vel og mikið af upprennandi strákum að koma. Við viljum fá fleiri, en gaman það vel gengur og framtíðin er björt. Þeir voru með 4 keppendur á Norðurlandamótinu núna fyrir skömmu. Er það góður árangur? Já, það er helmingurinn á landsliðinu. Við erum með 4 og svo kemur restinn frá 5 öðrum félagum. Við erum búin að vera lengi að því hérna. Hefðin er hérna. Þetta er elsta kraftlyftingadeild á landinu og við höfum reynt að halda vel utan með þessa stráka. Þú sagði með áðan að þú væri til í að fá þessa krakka jafnvel yngri inn frá 13 ára aldri. Já, 14 ára mega að byrja að keppa. Þannig að ég vil fá þau helst þarna 13-14 ára upp á að vinna í tækninni með þeim og hérna búa í haginn fyrir framtíðina. Því að tækninni í þessu er stærsti hlutinn. Krafturinn kemur bara með aukinni tækni. Og þeir sem eru að byrja seint í þessu, þeir eru frekar í meiðslum því þeir eru orðnir sterkir en enga tækni. Hvað með stúlkur, eru þær mikið að lyfta hérna? Allt og lítið. En það er vonandi að verða að bóta og við erum að fá aukna aðstöðu fyrir kraftlyftingadeildina. Og vill svo vel til að kona mín er að klára þjálfarnám í kraftlyftingum. Og hún ætlar sér að halda utan stúlkurnar og ég á nú dætur sem eru á þessum aldri og hérna ætla að ná þeim hann inn. Og það þarf ekki náttúrulega nokkrar til að velta þessu hlassi af stað. Og hrista þetta sliður og orða kraftlyftingum að það séu bara stórar og hlungalega kellingar þessu, það er bara langt frá að vera rétt. Er ekkert mál fyrir hvern sem er að mæta bara niður í rækt og byrja í kraftlyftingum? Nei, reyndar ekki. Sumir eru kannski feinir við að koma og halda að sé eitthvað lítið illum augum á það, en það er alls ekki þannig sko. Það er bara að mæta og kynna sér þetta. Við erum allir reyndýræna í lyftingunum og við svörum bara spurningum með að fá þær. Þið aðstoðarið þá sem að koma hingað og að prófa sig áfram kannski? Það er bara minnsta málið. Það er alltaf gaman að hjálpa öðrum.